Við verðum bara allan heim. Knarr á eftir að verða fyrirtæki sem verður með starfsemi víða í heiminum og við munum bara halda áfram á sömu braut og kynna íslenska tækni til leiks því hún á fullt erindi út allt. Íslensk fyrirtæki keppa oft við risa á alþjóðamarkaði. Til að mæta slíkri keppni hefur hópur íslenska hátæknifyrirtækja í skipasmíði og skipatækni komið saman sem ein heild erlendis undir merkinu Knarr Maritime. Það var vorið 2017 þegar Knarr Maritime var kynnt sem markaðsfyrirtæki á sviði skipalausna. Að því standa 6 fyrirtæki sem hafa öll náð góðum árangri á síðustu árum við að þróa og innleiða ýmiss konar háþróaðar tæknilausnir fyrir skip og vinnslu í sjávarútvegi. Með sameiginlegum kröftum ætla fyrirtækin að ná fótfestu á erlendum mörkuðum. Þar hefur einkum verið horft til Rússlands, þar sem mikil uppbygging á sér staði í rússneskum sjávarútvegi og í fiskvinnslu. Viðskiptaþvinganir sem gilda fiskinnflutning til Rússlands ná ekki til tækjabúnaðar. Til að ræða sameiginlegt markaðsátak í skipasmíðaiðnaði og skipatækni í Rússlandi hingað kominn Haraldur Árnason, framkvæmdastjóri Knarr Maritime. Velkomin Haraldur. Takk fyrir. Kannski fyrst, hver Haraldur Árnason? Ég nú fæddur í Reykjavík en í móðurætt ég frá Ísafirði, réttar sagt Hornströndum. Þar bjuggu mínir afar og ömmur í gamla daga og í föðurætt ég úr Garðurum. Þar eru miklir skipstjórar og útgerðarmenn, faðir minn Árni Gíslason sem var lengi útgerðarmaður hér heima og svo líka í Danmörku og bræður hans sem eru líka vel þekktir Þorsteinn Gíslason og Eggert Gíslason. Þú varst í hampiðinu, var það ekki? Jú, ég byrjaði í hampiðinu, var lengi til sjós til 33 ára aldurs og byrjaði svo í hampiðinu 95 og var þar í samfleytt í 22 ár en var mjög víða, var á Nýja-Sjálandi í 3 ár og var svona í þessari uppbyggingu sem að hampiðan fór í að hasla sér völl á erlendi grundru. Knarr Maritime, markaðsvettvangur, hvað rak þessi fyrirtæki til þessar samstarfs? Þetta byrjaði í byrjun þannig að fyrirtækin sem inn í Knarr í dag, þau náttúrulega tóku þátt í þessari endurinn í íslenska fiskiskipaflotans og það samstarf bara var mjög gott og þeir ákváðu framhald af því þegar að því var svona ljúka að stofna Knarr og halda áfram þessu góða samstarfi á erlendi grundu. Geturðu sagt okkur hvaða þjónustu og tækni þeir að bjóða? Knarr að bjóða heildarþjónustu í þessi skip sem vinnslan, það kælibúnaður, það brúin, það spilbúnaður og svo hönnunin sjálf á skipinu. Og þessi hönnun hefur gengið mjög vel og skipin sem nú þegar komin í notkun sem eru 7 hérna heima, 3 til Samherja, 1 til Fisk Seafood og svo HB Grandaskipin. Það nú talað að þetta séu hátækniskip og talað fjórðu iðnbyltinguna og ég held að það sé alveg orð á sönnu. Þetta eru mjög tæknileg skip og vakið mikla athygli. Geturðu sagt mér aðeins fyrirtækin sem standa þarna á bakvið? Hvaða fyrirtæki eru þetta? Ef við byrjum á skipahönnuðunum, þá það skipatækni og nautik. Þar eru miklir höfðingjar á ferð sem hafa verið lengi í bransanum og Bárður Hafsteinsson mjög vel þekktur og hefur nánast teiknað annað skip á Íslandi og sömuleiðis Alfred Tulinius. Þetta eru þeir tveir sem standa að nautik sem eru með hönnunina á þessum skipum. Mjög skemmtileg og nýtískuleg hönnun. Síðan ef við tökum Skagan 3X, það náttúrulega þekkja flestir. Þeir náttúrulega eru mjög framalega í allri vinnslutækni, hvort sem á sjó eða á landi og hafa náð gríðarlega miklum árangri. Síðan tökum við Naustmarín sem með allan spilbúnað og alla þá tækni sem þarf upp í brú og annað varðandi hann. Það eitt af þeim fyrirtækjum sem byrjaði fyrst með þessi rafmagnsspil og þeim hefur vegnað vel mjög víða og var frábært að fá þá inn í þennan hóp. Nú Brimrún með stýrishúsið eða alla þá tækni og hafa
með þess að svo kallaða integration, eru mjög flottir í því og eru í svona flestu öllum þessum nýju skipa sem eru hérna heima. Nú síðastir eru þá Frost, þeir eru í öllum frystibúnaði, hafa gríðarlega reynslu og vinna náttúrulega mjög náið með Skaganum þremur exti, þetta er svona tengist allt saman með vinslan og frystingin og það er fyrirtæki bara sem hefur staðið sig afskaplega vel og var flott að fá þá inn í þennan hóp. Þetta eru fyrirtæki sem hafa kannski verið að keppa en líka vinna unnu saman, ekki satt? Jú, þessi fyrirtæki öll unnu saman í þessum endurnýjana ferli sem að íslenski fiskiskipaflotinn fór í. Við áttum orðið einn elsta fiskiskipaflota heims, eigum orðið núna í dag svona með þeim nýjustu og þessi fyrirtæki unnu að öllum þessum verkefnum og var náttúrulega ekkert nærtækar en að þessi fyrirtæki myndu bara koma saman aftur og halda áfram að vinna þessi verkefni, annars staðar í heiminum. Hversu framalega erum við í svona heimsvísu í þessum iðnaði? Ég myndi segja að við værum bara mjög framalega og við höfum bara fengið mikla áheyrn og mikinn áhuga og erum að fá hér gesti nánast í hverju mánuði sem vilja skoða hjá okkur skipin, skoða hjá okkur vinnslurnar og allan þann búnað sem við bjóðum upp á og það hefur bara gengið framar öllum vonum. Þið hafið sagt að þið leggið áherslu á Rússland. Hvað geturðu sagt okkur aðeins af þeirri markaðssókn? Já, Rússlandsmarkaðin náttúrulega er mjög sérstakur. Þeir fóru núna fyrir bara örfáum árum í mikla útrás. Kerfið í Rússlandi var þannig að þetta voru kvótið til 10 ára. Hann rann út í fyrra og þá ákveður ríkisstjórn Rússlands að fara að reyna að auðvelda fyrirtækjum að byrja með ný skip, að kaupa ný skip og nýjar vinnslur og fer í þá vegferð og í stuttu máli þá er það gert þannig að 20% af kvótanum sem þeir voru með er tekin í púlju og þeir fá síðan 15 ára kvóta næst en 20% eru tekin af þeim og þeim síðan deilt niður á þá sem að endurnýja skip eða vinnslur og menn fá mest fyrir að endurnýja skipin. Og þannig bara myndast náttúrulega mikill áhugi hjá rússneskum aðilum að fjárfesta og við ákváðum bara að taka þátt í þeim slag, ætlum ekkert að láta samkeppnin að vera bara eina þetta sem náttúrulega eru norðmennirnir sem eru mjög sterkir í þessum iðnaði. Og við fórum bara á stað og erum búin að ná þeim árangur sem við erum búin að ná. Og í dag eru þetta bæði vinnslur í landi, 10 skip til mjög stórs aðila í Rússlandi, Nörrebó sem er stærsta sjávarútvegsfyrirtæki í Rússlandi. Erum að vinna í rauninni með öll 4 stærstu útgerðunum í Rússlandi í dag í mismunandi verkefnum. Og samtals núna eru komin verkefni upp á 20 milljarða á 2 árum. Af því er knarr samsteypan með 16 milljarða. Þetta eru mikla tölur. Já, þetta eru mikla tölur. Hvað er þetta stór hópur á Íslandi sem að stendur á bak við þetta? Ef við tökum öll fyrirtæki sem er inn í knarr þá er þetta yfir 500 manns og þetta er mikið til tæknifólk sem er að teikna og hanna og svona líka fólk sem er að vinna að setja þetta allt saman upp, öll þessi tæki og tól og það hefur farið mikið púður í það að senda fólk út allt Rússland til að setja upp þessar vinnslur og núna þegar að skipin verða tilbúin, þau náttúrulega eru komin í smíði núna í Rússlandi, það verður að smíða skipin þar og þá munu ennþá fleira fólki fara út til þess að vinna þessi verkefni. Þið eru með skrifstofu í Rússlandi, ekki satt? Jú, við erum með 5 manna skrifstofu í Rússlandi og þar er Jónas Tryggvason, framkvæmdastjóri, maður sem hefur verið mikið í Rússlandi, talar reiprennandi rússnesku og þekkir iðnaðinn þar mjög vel og er algjör fengur að fá hann. Og síðan erum við á Nýja-Sjálandi, byrjuðum þar bara fyrir 3 mánuðum síðan og þar eru miklu möguleika líka og erum svo núna að vinna í því að byrja í Seattle í Bandaríkjunum og taka þá Berings í svæðið og þá endurnýjun sem er að fara að eiga sér stað þar. Það er mikil verkefni framöndan? Já, mjög mikil verkefni og við höfum svona einblínt á það að vera núna síðastliðin 2 ár hafa mikið púður farið í Rússland og það mun halda áfram því að verkefnið þar eru ærin en við þurfum líka að leita annað og höfum ákveðið að taka þátt í þeim slag sem er að myndast á Nýja-Sjálandi og í Bandaríkjunum. Mér langaði að spyrja aðeins stoðumhverfið, sem skiptir væntanlega máli fyrir
fyrir fyrirtæki í útlutningi. Hvað getur þú sagt okkur um það? Ef við tökum kannski nærtækst að taka Íslandsstofu, þeir hafa bara unnið mjög gott starf og mér finnst að ég efla það enn frekar og mér finnst að íslensk fyrirtæki er bara að safna saman undir þeim hatti á öllum sýningum og koma fram sem ein heild. Ég held að það sé mjög mikilvægt, alveg sama hversu stór fyrirtækin eru. Ef við tökum utanríkisþjónustuna eins og í Rússlandi hefur hún náttúrulega staðið sig afbragðsvel, verið mikil hjálp að koma okkur í sambönd við rétta aðila. Og mér finnst svona að þau þurfum bara að vinna meira saman vegna þess að þessi fyrirtæki, við getum tekið stór fyrirtæki eins og Marel og Valk og Völku, við erum að vinna mikið með þeim öllum sko og þau munu, það er bara styrkur í því fyrir okkur að við náum þessari heild og það finnst mér Danir, af því ég vann nú mjög lengi í Danmörku, að mér finnst Danir gera það mjög vel og við erum að gera það svolítið líka að koma saman svona sem einn her en ekki svona tvístraðir. Þannig að það finnst mér vera mjög mikilvægt að við gerum þetta þannig. Hvar verður þetta starf eftir 5 ár? Við verðum bara allan heim. Ég knarra á eftir að verða fyrirtæki sem verður með starfsemi víða í heiminum og við munum bara halda áfram á sömu braut og kynna íslenska tækni til leiks því hún á fullt erindi út allt. Haraldur, kærar þakkir fyrir komuna. Þakka þér kærlega fyrir, það var virkilega gaman að koma og fá að segja frá.